Þetta hópur 7. Og ég hópur 7. Þú ert hópur 7. Ég þarf nú alltaf að kynna mig aftur, ég er búinn að kynna mig einu sinni hérna. Ég tók hérna miðja önn að breyta hérna álagsbremsu á, þetta heitir reyndar ekki Gikkels prufubúnar, þetta heitir Tech Equipment. Þannig að þetta er vanlega kallað þetta sko. Þetta er sem bremsan sem var vandamál með að stilla af og hann á bakvið er hérna Francis-túrbína. Og vandamál með þetta sko er að við náðum aldrei að fá newtonmetran á mælinn sko. Nýja stilla snúningshraða, þetta annarkvort bremsaði of mikið eða of lítið og maður fekk aldrei neina almennilega mælingu út úr þessu. Þannig að það kom hugmynd með að breyta þessu. Það var notað hvirfilsfrumsbremsu sem er einfaldlega bara ál og seglar. Og þegar hreyfir sem sagt ál í gegnum með ál eða kopar, óleiðandi málma í gegnum segulstrauma, þá myndast ákveðin bremsun. Og hún verður alltaf meiri við meiri snúning eða meiri ferð þegar þetta gerist. Og kosturinn er að það er engin slitbreytir. Og hérna er svona lýsing á þessu hvernig þetta myndar. Þetta er kallað eddy current. Þetta er reyndar sko rafmagnsregla sem er sýndir þarna. Að þegar álið hreyfist í gegnum segulsviðið þá myndast þessi mótstaða og bremsar. En svona bremsun, hún er aldrei að bremsa alveg sko, eins og venjulegu bremsdiskur. Þetta er til dæmis notað í bremsun á lestum, vörubílum, þetta sem kallað retarder, vörubílum, rússíbónum og við sortflokkun á óseguldragum málmum. Og við erum með myndband. Hvernig er að loka? Þannig er ég að prófa. Það er lækna. Þannig er ég. Ok, maður. En er einmitt að prófa að bremsun virka vel á diskinn. Sést það er smá kast á diskinn. Þetta er sem sagt 4 seglar úr Western Digital hörðudiskur. Og þetta er 6 mm ráldiskur. Stöngin hennar, þetta er stormjárn fyrir glugga. Ég var svona á hrakhólu með það að smíða þetta, komist í rennibekk og síðan náði ég að prófa bremsun í daginn. Ég náði að mæla hann, hún er 346 watt í botni. Snúnings það var 4000 og fór niður í 1600. Við mælingu, það var 1610 minnum við mælingu. Það sé eins og með smíðina sko, við tók smíðina þannig að sko, ég vildi ekki eyðileggja neitt, þannig að það var hægt að breyta þessu tilbaka. Þannig að það er hægt að taka diskinn af og þessa bremsu láta hitta og aftur. Þannig að þetta var bara svona að prófa að láta upp og sjá hvernig þetta væri. Það er svona Western myndbundur. Ég gerði líka pröfur á
á hérna bremsunni, það var allt frá sko 68% bremsun upp í 94% sko í hraðan. Það er ósköp lítið hægt að segja þetta. Ég vil þakka þessum fyrir aðstöðu að ég svo kom með hugmyndir. Nokkrar spurningar? Það er ekki mælibúnaður við þetta? Jú, það er sem sagt vog Já. sem hann tósar í sko. Fiskurinn snýst svona og hann tósar í. Ég lesi það. Já, þá er þetta að mæla sko, þá tekur armlengdina frá miðjum disk að voginni, lest vogina og sen er það sko að snúlsæði, armlengdin og njútonin eða kílóin sem það. Þessi mætti bæti og það mætti vera með sko betri vóga á þessu. Þessi tósar svona leiðilega allt í sundur. Og ég ákvað að smíða þetta svona frekar gróft fyrst, svona ef það væri eitthvað vandamál sem kemur upp í staðinn fyrir að smíða eitthvað sem virkaði. Það kom mér mjög á óvart hvað þetta er notað víða sko, þetta Eddy Current. Hvað lærður þú? Ég lærið mikið Eddy Current, hvað er það notað. En þetta hefur alltaf verið vesen með henni pröfubúnað sko, það er þessi bremsun sko. Það vantaði eina viku upp og ég geta gert meiri prófanir á. Ingimar var mjög ánægður með þetta. Var Ingimar búinn að skoða þetta? Já, hann mjög ánægður að þetta myndi virka því að þetta hefur vanlega stoppað í. Þegar þú ert í sko rannsóknum þá átt að stilla smá átaki. Það voru 2 Newton eða 13 Newton sem togar og þrýstingur sko. En það var alltaf verið eitthvað svona slumpað á það. Það reyndist þetta betur í. Já. En síðan hitnar áldiskur, þótt þessi engin serti, þá hitnar hann alveg ótrúlega mikið. Þetta var nú ekki stórt verkefni sko, ég byrjaði á þessu með miðja öld. Þú náður þessu lengur en til verðar? Það var þetta nógu einfalt, það var líka markmiðið að vera ekki að flækja. Það hefði verið hægt að láta rafsegla á þetta, en ég fannst það bara ómikið búnaður. Þetta er einfalt. Já, takk fyrir.